Já. Hefurðu hérna, þegar þú hugsar eitthvað dauðann, Sigurjón? Þegar ég geri það, já. Já. Hefurðu velt því fyrir þér hvernig þú vilt láta jarða þig og hvar og svona? Jú. Ég er svona ekki búinn að alveg ákveða staðinn. Nú erum við náttúrulega báðir orðnir 30. Já, við verðum ekkert yngri. Það verður ekkert yngri og... En nú að líða þessu bráðum. Nú þarf maður að hugsa fara að huga á dauðanum. Hvernig ætlar þú að láta... Sko, ég held ég láti nú jarða mig bara í kistu, sko. Vildur að ég gerði eitthvað jarðaförinni? Já, þú ætlaðir að syngja þarna Sjúdýrar í rey. Sjúdýrar í rey? Já, ok. Og þú ætlar að syngja Hótel Jörð? Já, ef að ég verð ekki dáin undan þér, sko. Já. Ég var að hugsa kannski að fá dúó. Ef að þú og Björk myndu syngja svona í dúó Hótel Jörð. Hótel Jörð? Já. Já, við skulum bara sjá til. Og hérna... Nei, það er loforð, eða ekki? Já, ég get ekki skorast undan. Nei. En hérna, hvað með svona... Já, og þú vilt láta grafa þig? Já, ég held að... Ekki brenna þig? Nei, mér finnst það too much. Þetta það? Já, ég ger mig ekki. Láta brenna mig. Nú er þú kannski, myndir vilja brenna þig og dreifa helmingnum við Öskunni við Grafarvog og hinn helmingnum við Kópavog? Já, frekar, læt ég bara grafa mig í Fossvoginum, sko. Ég veit það ekki, sko. Það verður bara að koma í ljós, sko. Og þú vilt láta grafa þig á sama stað? Á sama stað? Ekki láta skera því í tveim? Jú, það er hægt að skera sig í tveim. Já, láta grafa sig á tveimur stöðum. Já, auðvitað. Það var sniðugt, já. Það var sniðugt. Allt betra en að láta brenna sig, sko. Það er ómögulegt. Já. En þú? Ég hef búin að spekulera mikið í þessu. Og hérna... Svona, ég er að hugsa að ég er sammálaður með þetta að brenna sig. Ég er ekki að láta kveikja mér, sko. Mér langar til þess að ánafna, sem sagt, háskólanum, líkina mér, til rannsókna. Þannig að svona, þá lifir minningin kannski lengur. Ég skil, já. Þannig að þú ert þannig í frystikistu bara góðum fíling. Já, og svona læknar stúdentar að... Já, að krukki þig. Krukki mig og svona. Já. Og ég var alveg til í það, sko. Þú er svona gangandi brandari svona meðal háskólastundar. Hei, Jón Gnarr. Jæja, Jón, hvað segir þú? Segðu okkur brandara, Jón, og svona. Og þú við tala og svona. Já, einu sinni nörd. Vertu okkur í gæinn, Eitthvað. Já, en hérna... Ef að það gengur ekki, að þeir vilja ekki taka við mér, að þá langar mér að láta bara grafa mig, þú veist, í svona kistu og svona. Já, en þetta er náttúrulega, þá er líka bara spurning, sko, hvernig kistu? Það er nefnilega málið, sko. Ef ég ætla til þess að vera í tveimur litlum kistum, þá þarf ég að láta hanna það sérstaklega við mig. Já, það er bara svona litla kistu. En mér langar til að láta að jarða mig, sko, svona lóðurétt. Ekki lárétt, ekki líkandi, sko. Þetta er svona lóðurétt. Í sem sagt, kistu sem að hérna, morknar ekki, plastið einhverju svona. Og svo einhvern tíma í framtíðinni, skilur, þá verður að grafa upp kistur og verða að færa og eitthvað svona. Þá vil ég sem sagt að hérna, ég komi, sko, sem sagt, þegar kista mín verður opnuð, þá sé svona gormur undir mér, sko. Þannig að beinagrindan er mér skjóti svona upp eins og trúður. Já. Það er alltaf gott. Já, það ekki. Það hefði verið gott, minna þú veist, það hefði verið almennilegt. Það er funduð þarna kistu hans, Gottskálks biskups. Já, einmitt. Þú veist. Það hefði gaman að hann verið búinn að útbúa eitthvað svona gadget. Eitthvað svona fint, eitthvað skemmtilegt, sko. Svona a laugh from the grave. Einmitt. Og hérna... Já, þið funduð mig. En hérna, já. En hvað með svona kassalaga kistu? Kistu það sem þú getur legið á skái bara. Já, svona í fósturstellingu eða? Nei, þú liggur sko bara frá
frá horni til horns. Já. Þannig að það fari eins mikið fyrir kistun og hugsa með þetta sko. Jú, sko, ég veit ekki hvernig, hvort það einhverja stífa reglur þetta. Já. Mér langar líka alveg rosalega að láta jarða mig í, sko, svona krossfestingakistu, sko. Já. Þannig að maður sé út með hendurnar og jafnvel líka út með lappirnar, skilur. Þannig að það sé mjög erfitt að... Já, þannig að þú sért meira svona svo, bara stjarna, frekar heldur en... Já, stjörnulega kista. Stjörnulega kista, smá fyrir hausinn, hendurnar og fæturnar og það verður mjög erfitt að koma henni niður, skilur. En það er þetta að grafa hana, sko, alveg niður á við, sko, já, lári. Já. Þetta ekki með bakið, sko, bakkistunar niður, sko. Nei. Heldur, sko, endinn, sko, sko, neðri endinn, sko. Fæturnar niður, skilur. Þannig að þú myndir standa í gröfinni. Já. Alltaf flott. Og svo líka eitt fyndið sem maður getur gert, sko. Svona ef maður í líkistu, venjulegri líkistu, og með svona, sko, svona rör upp úr í miðjunni, skilur. Þessi tippið, skilur, svona stampínu. Og svona smá fynd, skilur, maður grafinn upp, sko. Hvað, hann var með stampínu þar? Og maður þarf að útbúa dálítið svona eitthvað fynd fyrir hina sem grafa mann upp einhvern veginn það er svona það er nefnilega alltaf verið að færa gamlar kistur og eitthvað svona verið að það er aldrei verið að krukki þetta grafræðingar og svo er líka hægt að gera eitt sko að láta grafa sig með rosa mikla peninga mikinn fjársjóð sko og það gerir mann eftir svona verðan bara alveg fyrir grafræninga framundir allt sko grafræninga en hafa kistur með svona booby-trap skilur, leðan er opnuð springur úr skilur þannig að maður drepur einhvern þetta er snill þetta eru hugleiðingar sem að gaman er að sökka sér hóning og og svo er þetta náttúrulega að grafa sig svona í þú veist, það er svolítið einhæft svona líkkistur, sko, það eru svolítið einhæfar og fólk er svolítið eins og feimið svona við að til dæmis, eins og fyrir þig, til dæmis þú gætir látið grafa þig í svona litlum Volvo þess vegna í belti bara, situr svona í beltinu svo fascinating, sko, mér langar að tala þetta í alla nótt með hendurnar á stýrinu, skilur og svo heyrist alltaf vá, það gæti verið með þessi öðru hvoru gæti heyrst í bílum svona lengst í jörðinni hvað er þetta? Fólk sem er að lappa kirkjugarðinn fólk er að koma með blóm á leiðitt setur blómið svona það er svona eins og nýru jörðinni takk fyrir blómin Úr rannsóknarstofu Tvíhöfða